Ég rakst á fyrir tilviljunum daginn á fyrirbrigði sem heitir lífgrös og var svona að reyna áttum á því hvað það var. Verið þeirra sem þessu Íslendingar sem eru að kenna fólkið eða konum í Afríku að búa til eitthvað gott úr grösum, konum í flóttamannabúðum. Og þetta var svo áhugavert að ég fékk hingað þær úr stjórn lífgrasa. Það er Anna Rósa Róbertsdóttir sem er grasalæknir og Ingibjörg Birna Ólafsdóttir, viðskiptafræðingur. Finnst ykkur skrítið að mér finnst þetta skrítið? Nei, það er fullkomlega eðlilegt. Það er fullkomlega eðlilegt. En hvað er það, segja mér frá þessu? Já, og ég segi fyrst, sem sagt lífgrös eru góðgerðarsamtök, almannaheillafélag sem við Ingibjörg stofnuðum ásamt þriðja manni fyrir 2 ár síðan, 2,5 eitthvað svo leiðis. Og þau ganga út á það að við rekum verkefni í flóttamannabúðum. Við byrjum í Írak, Kúrdistan Írak, vorum þar með einsásverkefni og þá fór ég og kendi konum að búa til sem sagt jurtasmyrsl og aðrar vörur með það í huga að þær bæði fái fyrir sjálfa sig en eins það geta aflað sér tekna því þær hafa enga möguleika á einhverju lífsviðurværi. Þannig að það er heila hugmyndin í rauninni að kenna konum í flóttamannabúðum eða þá mjög fátækum stöðum að hjálpa sér eða semst bara afla sér tekna hreinlega og það hefur gengið nokkuð vel. Við vorum með ársverkefni í Írak sem var enda síðan bannað af stjórnvöldum, það er önnur saga, en hvað var það, 600 konur sem við kendum? Já, það var mikill svoleiðis. Já, og svo erum við mikill áhugi. Mjög mikill áhugi og svo erum við núna semst að vinna verkefni í Úganda með Sameinuðu þjóðunum og styrk frá utanríkisráðuneytinu, atvinnustyrk í gegnum fyrirtæki hjá mér og ég er nú ekki með fjöldan á hreinu en ég sem sagt fer 2-3 ári sjálf og kenni en aðalmálið þar er það að ég er að kenna konunum að kenna námskeiðin mín. Þannig að ég til dæmis kom tilbaka í júní og síðan þá hafa 100 konur fengið kennslu og vörur þá líka. Þannig að þetta er svona held ég í hnótskurnina hvað við erum að gera. Viltu bæta ykkur við? Það sem ég er líka svo áhugavert og kannski gott fyrir þetta fólk að Anna Rósa kemur þarna með þekkingu inn þau taka vörur af svæðinu eða sem sé jurtir af svæðinu og hún er að búa til græðandi smyrsl og til dæmis er verið að bera á naflan og litlubötinu nýfættum olíu með sóti úr þakinu á kofan. Þannig það verður þá komið veg fyrir með því að koma með græðandi smyrslinn til þess að hjálpa þeim að draga úr sýkingum hana. Og svo líka verður að vinna með moskítófælu. Já, það verðum að vinna nokkur verkefni í Úganda sem sagt. Já. Og eitt af þeim er semst því sem ég var að lýsa að við kennum þeim að búa, eða semst ég kenni námskeiðin fyrst, svo kenni ég þjálfurum að kenna námskeiðin mín. Svo er ég líka að þróa moskítófælu í samstarfi við læknana, þetta er þeirra hugmynd. Úr sem sagt náttúrulega hvað erum við að gera meira. Við erum að vinna aðeins með býflugnabændum líka og svo ljósmóður á svæðinu einmitt og ætlum að gera verkefni í sambandi við sýkingar í naflastreng og sýkingar í sambandi við fæðingar almennt. Það verður næst því fyrir væntanlega eftir núna í september að þá ætlum við að framleiða í kringum 400 krukkur og gefa svo í 3 mánuði. Semst öllum nýburum á svæðinu í þessum flóttamannabúðum og sjá hvaða að því við erum með semst tölfræði yfir sýkingar. Þannig að sjá hvort við getum lækkað sýkingarnar næstu 3 mánuði. En hvað er það, Anna Rósa, sem að þú þekkir í fánu þessara landa sem að þau þekki ekki sjálf? Nei, það er máli. Ég þekki það ekki endilega mikið en ég þekki kannski eitthvað eitt og ég til dæmis þessu tilviki þekkti eitt tré sem heitir nímtré sem ég hef notað sjálf hérna á Íslandi. Og málið er það að þú getur gert vör úr bara einhverju einu. Og þetta fólk kann náttúrulega sjálfsögðu miklu frekar á jurtirnar heldur en ég og þekkir það út og inn, en þau kunni ekki búa til úr því. Þau kunni ekki búa til smyrsl sem síðan er hægt að markaseta, afla sér tekna. Þar vantar þekkingun alveg og þar er ég með 30 ára reynslu að búa eiginlega til úr engu. Það er eiginlega heila málið, En þau nota jurtirnar? Til lækninga? Já, og mikil þekking þar. Já, mjög mikil þekking, en líka sem sagt í rauninni
gerður skaði með því, til dæmis í sambandi við fæðingar. Þar verið að nota ánkunnáttu líka sem getur valdið skaða, þannig að þetta beggja blans og eitt af verkefnum hjá okkur að safna saman upplýsingum fyrir fólkið. Þannig að þú stundar svona rannsóknir? Já, svona óbeinar myndi ég segja, það ekki mjög vísindalegar en jú, tvímælulaust þá verður að gera það líka held ég til að halda utan hlutina. En þú kynnið þig líka mikið að rannsóknum bara almennt. Já, ég er alltaf að skoða. Já, ég les náttúrulega vísindaransóknir og allt það því að svo náttúrulega læri ég á flóruna þar sem ég sko. En ég til dæmis kom þarna inn með uppskrift frá Írak sem ég síðan aðlagaði. Það verkjaolía sem við gerum sem mikil þörf á því að þær vinna svo mikið á ögrunum og eru mjög þjáðar. Og þetta verkjaolíu úr kryddi sem þú getur keypt út í búð og jurtir sem þú getur tínt. Þannig að ég breytti henni, þannig að hún hentaði Úganda til dæmis. Og það eiginlega triksið, alltaf sjálfbærnin. Að því að þýðir ekkert að segja við einhverja flóttamannakonu sem á engan pening, farið bara í næsta bæ og keypt eitthvað. Það tekur 5 tíma að keyra þangað, hún á engan pening. En þið samt að búa til vöru sem það þarf að kaupa. Já. Það heila málið, sko. Þannig til dæmis býflugnarækt, við notum bívaks í smislin. Þetta í rauninni bara olía, einhver jurt og bívaks. Og þá ertu komið vöru til að selja og aflaði viðværi. Sko. Og því vantar þessa vöru fyrir fæðinguna og eksemið og allt það líka, sko. Og það náttúrulega bara mjög erfitt að afla allra fanga þarna, bara yfir höfuð. En hafðu þau ekki notað bívaksi til þess að búa til smyrsl? Nei. Ekki ég gerði það mér sem svona, ég veist ekkert í manna svona rakakrem sem að hefur verið notað í leikhúsum í fátæku leikhúsum í Englandi. Já. Það var bara, ég minni svona kannski 20% bíflugnavaks, svona 50% sikkur olían og svo vatn til að finna þess. Og þetta fína smyrsl. Einmitt, alveg ljómandi. En þarna vantar þekkinguna af einhverjum ótskýrðum ástum og það vantaði líka, vorum í 3 flóttamannabúðum í Írak og þar vantaði alla þekkingu líka. Þannig að það bara mismunandi hérna höfum við svo miklar upplýsingar, þarna hefur fólk það ekki. Það ekkit endilega tengt internetinu til dæmis. Bara því að það verið að búa til eitthvað úr af jurtum og líklega til þekking á því að nota græðandi jurtir og minnir það. Já. En þið eru að koma með eitthvað sem hægt að búa til og verðið að kaupa. Já. Og það kannski fólk að hefur ekki efna á því að kaupa krukkuna í staðin fyrir að tína jurtirnar. Já. Eitthvað svona... En það aðrir þá sem hafa efna því, þú veist, þetta flóttamannakonur kannski sem að búa til, en það fólkandi sem að við erum til dæmis þegar komið pöntun í næsta bæ sem 5 tíma í burtu. Það sem fólk sem hefur betri efni. Já, sem einmitt. Og svo það líka, þær eru farnar að selja innbyrðis á mjög lágan pening. Þetta mjög ódýr framleiðsla, það annað, sko. Við erum að nota bara venjulega eldunarolíu sem kostar þær eiga hana hvort þið en svo líka ég búin að... Það endurnýta olíuna sem notað til eldur? Nei, það mátt ekki endurnýta, nei. Það gengur ekki. En það sem kannski gert sápu úr henni? Já, það enda sápuframleiðsla. Og ratið þá bara eftir? Það sápuframleiðsla sem ég mun koma að líka, en það sem ég gerði var það að þær sem að þjálfa, þær eru með öll tæki og tól. Ég sem sagt kaupi það í upphafi og svo búa þær til hópa af konum. Þannig að þær þurfa ekki að koma sér upp pottum eða þessu. Þannig að við látum þau fá allt sem þarf til að byrja fyrirtækið. Og það það sem að gerast núna. Við erum búin að fá óvænt pöntun sem við áttum ekkert vona á, vorum ekkert að reyna alveg strax. Þannig að nú verið að setja saman hóp af konum sem vilja vinna saman, láta þær framleiða það, svo förum við með þetta, þær fá peningin og geta þá haldið áfram. Það framlega. Og sögum að fara svo að kenna öðrum. Já, það eru þjálfari sem ég þjálfa sérstaklega. Og seti yfir og kenni með og fylgist með að þær viti hvað að gera og og þetta náttúrulega allt þýtt fram og tilbaka, við erum með 2 tungumál í gangi þannig að það alltaf stuð sko. Hvar í Úganda eru þið? Við erum í norður Úganda, þetta nálagt landamærum Súdan, þetta heitir Palabek-svæði, þetta frekar lítið svæði 90.000 manns. En þetta allt öðru sem heldur en Írak, en það engar tjaldbúðir þarna. Þetta hefur verið gert þannig sem mjög gott að flóttamennirnir hafa fengið efni til þess að byggja sína kofa og hafa fengið fræðla að rækta sitt grænmeti, þannig að þeir lifa með innfættum sem oft af sama ættbálki líka. Þannig að ég til dæmis fer þarna svæð og ég veit ekkert hvort ég að tala við innfættan eða flóttamann ef einhver segir mér það. Það engin munur. Og það allt annað heldur en að vinna með einhverjum í tjöldum þar sem þú kemst ekkert í burtu.
Þannig að þetta er allavega miklu auðveldar að vinna þar heldur en í Írak myndi ég segja. Já, þetta er þessi fólk sem er flóttafólk, en það er ekki beint flóttamannabúðir, þetta er fólk. Jú, það heitir flóttamannabúð, það heitir resettlement en ekki sko búðir, ekki svona kamp, en þetta eru allt flóttamenn sem hafa bara sest að með innfældum. Já, þetta er flóttafólk. Þetta er allt flóttafólk, já. En það er ekki kannski, maður myndi ekki segja þetta væri búðir. Nei. Því að fólk blandast bara, og eins og oft er að þessi landamæri voru dregin náttúrulega af einhverju sturluðu fólki. Þannig að það sker í sundur. Maður hugsar ekki þetta sem búðir þegar þú sérð engin tjöld. Þú hugsar tjaldbúðir held ég þegar þú hugsar flóttamenn. Ég ætla að gera það og þannig er það í öllum 23 búðunum til dæmis í Kúrdistan í Írak. En á hverju lifir þetta fólk? Það er náttúrulega, það fær hjálp frá hjálparsamtökunum og það er náttúrulega heilamáli. Getum við hjálpað að setja upp fyrirtæki þannig að þau þurfi ekki á þeirri hjálp að halda. Og svo hjálp er náttúrulega mjög skörnum skamti núorðið miðað við breytingar á stjórnarfari í heiminum. Það er búið að skera niður allt. Ég er nánast að verða með eina verkefni þarna. Það er bara búið að hætta verkefnum alveg hægur og vinstri frá því að ég fór þangað fyrst fyrir ári síðan. Það var orðið gífurlega breytingar. Bandaríkjamenn farnir? Já, peningurinn er farin. Þess ári er mjög mikil breyting. Já, mjög mikil breyting. Bara frá því ég fór seinast og kom svo núna í sumar. Þannig að það er ramman reypa draga, hvað maður segir. Þetta er ekkert grín þarna. Þannig að það skiptir eiginlega, ég myndi segja ennþá meira mála að einhver komi inn eins og við erum náttúrulega með hjálp stjórnvalda þarna sem er að nota skattféð í að hjálpa fólki og það skiptir bara rosalega máli að einhverju aðri komi inn. Ég meina allt þetta venjulega er að fara og fólki hefur ekkert. Það er ekki eins og að komi ykkur sér svona og græi hlutina. Það er ekkert til staðarskilur. En hvað er fólkið að flýja? Stríði í Súdan náttúrulega, já. Það er semst á þessu svæði, svo er náttúrulega frá Kongo og öðru svæði í landinu. Ég held að ég fari rétt með að Úganda er það land í Afríku sem tekur á móti flestum flóttamönnum af öllum löndum í Afríku. Þannig að þetta er líka... Þannig að breytaði með þá hugmyndum að hvort Úganda geti tekið á móti sínum flóttamönnum? Já, einmitt, já. Þeir eru með alls konar, þeir vilja Rúanda líka, þeir eru nú búin að gera samningaldi við Rúanda sem er náttúrulega land við hliðina. Já, þetta er ekkert grín með flóttamennina. En hafður þú verið í Afríku áður? Ég hafði komið ánga einu sinni þegar ég var 20 til Ghana reyndar. Það er mjög langt síðan. Hefur þú komið til Afríku? Nei, ekki ennþá. En mér langar bara að segja að mér er svo magnað að fylgjast með Önnu Rósu því hún er náttúrulega driffjöðurinn í þessu. Að bara ástríðan og krafturinn í henni og hvernig hún hugsar alltaf við lausnum. Að því við erum náttúrulega búin að lenda á mjög mörgum veggjum eins og til dæmis í Kúrdistan. Að þá einhvern veginn finnur hún bara nýja leiðir og heldur áfram og það sem að þarf til að ná árangri í verkefnum eins og þessu er þessi ástríða fyrir að hjálpa fólki og það er bara þannig með hann og hún er alltaf tilbúin til þess að veita hjálparhendi ef einhver er lasinni eitthvað að hún er alltaf fann að spyrja, byrju, hvað segir, hvað er illt í maganum og fann að leita lausna og hún er bara mætt á, fyrir utan dyrnar hjá manni, ef maður kvartar eitthvað aðeins, bara með ykkur tektúru, þannig að... Það nú kannski ekki við alla. Nei, það fá ekki allir svona heim, en það er svo gaman að sjá þessa ástríði fyrir, hún er svo bara mikill, sem sé, mannvinur og mér finnst bara frábært að sjá hvað hún er að leggja mikið fram af sinni þekkingu og reynslu og mér finnst bara, ég trúi svo mikið á fiðrilda áhrif. Ef þú hjálpar einni mannesku hvar sem hún er í heiminum, að þá hefur það áhrif áfram sem að skila sig með tíman. En það sem hún kemur með í krukku þegar þér er illt í maganum, virkar það? Já. Og sérstaklega græðandi kremin, en maður horfi bara á húðina sína gróa ef maður brennir sig eða fær bitt. Og ég er ekki að selja, ég er ekki að prósentum. Þannig það er eitthvað ekstra græðandi við þetta og hérna, já. Það er talandi markað, það átti náttúrulega að vera markaður út af bitmínu fyrir græðandi smysl. Já, ég er búin að selja mikið að græðandi smysl fyrir lúsmi. Það er smysli sem hún er að tala um. Það er nota mjög mikið fyrir lúsmi. Og eitthvað sem sagði mér í apótekum að þetta væri bara horfið. Já. Svo líklega vaknar ykkur og flytur bara meira inn. Örugglega, en já. Það gerist hægt svolítið. Já, þetta er rosalega... Þýðir ekki að vera með þetta selst alltaf, sagði ykkur í kaffélaginu?
það er ágætt, sko. Ég man þetta kom fyrst, þá seldi ég, sko, það var eitthvað sem auglisti mig á Facebook, bara mér óavitandi að þetta væri að virka fyrir lúsmi og ég bara var marga vikur að framleiða. Það bara seldist bara jafnóðum það sem ég gerði, sko. Og hvað notar í það smyrsl? Heyrðu, 4 íslenska jurtir, það er mjög einf og það er einmitt bívaks og olía, en reyndar ólífólía í þessu tilviki. Það sem er bara eiginlega stofnin í smyrslinu. Já, bara eins og svona þú varst að tala nema það er ekki vatnið í og svo er ég með 4 íslenska jurtir. Þetta er mjög einfalt smyrsl, geta allir búta til. Mjaðjurt, haugarva, vallemar og birki. Þannig að þetta er ekki flókið og ég reyndar kend að búa til svona smyrsl í mörg árin, ég er nú hætt því núna. Og eitthvað af þessu græðandi, eitthvað af þessu minkar kláðan? Já, þetta fer yfirleitt alltaf saman, sko, en já, þetta er sem sagt kláðastillandi, græðandi, bara bólgueyðandi almennt, þetta er nota fyrir allt, sko, ekki bara lúsmi og ég er náttúrulega búin að framlega þetta í 15 ár núna eitthvað svoleiðis, sko. Er þetta þekking á Íslandi hvernig jurtirnar virka? Já. Sem að við eigum eða er þetta eitthvað sem að þú þurft að staðfæra hjá þjóðum sem hafa vendað þessa þekkingu kannski betur? Bæði, ég náttúrulega lærði, sko, þetta var 4 ára fullt nám þegar ég var í þessu fyrir 35 árum eða eitthvað. En svo kom hvað lærður á spyrja? Í Bretlandi, já. Og þetta er bara venjuleg háskólagráð í dag í Bretlandi, en sko, það er nefnilega með þetta smyrsl, ég nota mjaðjurt í það og hún er til dæmis ekki notuð erlendis mikið, ekki lengur, en ég fann gamlar heimildir og staðfærði það af því að hún vex algjörlega út allt og það kom svona líka vel út. Þannig að það er einmitt það að staðfæra og ég myndi segja að það væri svolítið mín sérhæfing að vinna með mjög eitthvað lítið efni að því að hérna á Íslandi var einhvern veginn allt bannað og hérna er náttúrulega mjög það var bannað að flytja inn svo marga jurtir á sínu tíma og svo eru mjög fáar jurtir hérna miðað við erlendis. Þannig að ég þurfti alltaf að sníða stakk eftir vext og ég held að það sé þekkingi sem kemur svo vel til góða. Ég fer bara til einhvers lands og ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég veit alveg, ég finna allavega eina jurt sem ég þekki. Þar vexa góða jurtir eins og illgresi. Já, alls staðar. En einhvers staðar las ég hérna að við búum við það sem er minna jurtum og það er vaxastundum hægar og svona á jaðri þess að geta vaxið. Já. Það eru einmitt þær jurtir sem eru kröftugastar. Er það þannig? Sko, ég man ekki hvað ég lesa þetta fyrir þetta er svona, ég myndi segja þetta væri pínu mýta en þetta var rannsókn gerð, held ég 1 eða 2 sem að staðfesta þetta einhver leiti en ég er samt svona svolítið efins eins og til dæmis vallhumall, hann er vex hérna og ég nota hann mjög mikið, vinir mínir í Bandaríkjum rækta vallhumall, hann er alveg rosalega góð líka, þannig að ég er ekkit alveg samfélag. Já, þótt hann vaxi hraðar og sé öðruvísi þá er ég komið frá teinu, af því að teið verður betra því herra sem að fer upp í hlíðina. Og alveg þegar komið á mörkunum með þess að hægt að rækta það er besta teið. Já, það er algjörlega rétt hjá og kannski er þetta bara algjörlega rétt en fyrir mér svona skiptir eiginlega ekki engu höfu máli af því að ég bara, þetta er það sem ég hef í höndunum ég er náttúrulega tína allt sjálf, sko. Þetta því að Íslendingar færu að virða sig og sína náttúru meira eða heyrðu eitthvað svona. Já. Okkur hætti til þess að finnast allt betra í útlöndum. Já. Það er alveg rétt, en við erum líka svolítið hættu með að hugsa að sé allt ennþá betra í okkur. Já. Meiri segja hvað var það túle eða sem er auglýstið þannig. Já, einmitt, það passar. Herðu, en stunda hjálparstarfa þá tengist maður fólki og tengist hérna maður deilir vonum með fólki en stundum gengur það ekki upp eins og var í Kúrdistan. Var það ekki erfitt að yfirgefa? Sko, já og nei. Jú, við vorum búin að vinna þetta í heilt ár og gekk rosalega vel og við erum sérst með unga konu sem kennir fyrir okkur. Ég fór í nokkur skipti en hún kendi þess á milli algjörlega og það var ansi erfitt en það var svolítið svona, já, ok, ég get ekkert gert í þessu akkurat núna þannig ég verð bara að fara að gera eitthvað annað. Ég hugsa svolítið þannig. Þannig að ég er ekki mikið að svona festa mig í fortíðinni. Það þýðir voða lítið en ég gat ekki sleppt tökunum á þessu heldur þannig að ég fór beint til Úganda og fór að vinna það en ég hélt áfram að tala við hana og héldum áfram að hugsa getum við gert eitthvað til að breyta þessu og gaman að segja frá því fyrsta skipti opinberlega við erum byrjað aftur fyrir 20 síðan þá byrjuðum við aftur að kenna við fundum leið fram hjá yfirvöldum fengum við til að samþykkja við mættum kenna breyttum námsefninu alveg fram og tilbaka og við erum byrjuð með skóla aftur þannig að hvaða yfirvöldur það heilbrigðisyfirvöld í Kúrdistan þau sögðu við okkur
þið megið ekki kenna að búa til Kamilusmysl vegna þess að konur eru ómenntar og vita ekkert hvað eru að gera. Þetta var bara svona karlremba, bara next level. Þetta kurdanir væru skárri en flestir aðrir varðandi? Maður hefði haldið það en það var ekki. En okkur tókst að samfæra að gefa okkur aftur sjens og við erum að vinna með öðrum samtökum. Þetta veltur alltaf á því hverjum og vinnur og hver hefur tengsl og allt þetta í svona löndum. Og hún semst byrjað fyrir 2 dögum að kenna og nú erum við með, semst við vorum alltaf bara að kenna svona 1 námskeið einu, nú erum við með 2 vikna námskeið sem við byggum til námsefni fyrir. Þannig við bindum ansi mikla voni með að þetta er eftir að ganga betur. Það má líka bæta við að Anna Rós er verið kennir þessari ungu konu. Já. Og kemur henni í tengsl við sem sé skóla í Bretlandi. Já, hún er sem búin að læra graslækningar allar. Já, þannig fyrir hennar önnur Rósu tilstilli, þá læri þessi unga konu graslækningar og fer að kenna. Já, og er mjög góð. Já. Og svo byggum við bara til námsefni saman, við vinnum mjög vel saman bara í gegnum Zoom. Þannig að... Ingibjörg, það er fyririlda-effektin. Þú getur, ég segi ekki bjarga heiminum með því að hjálpa einum, en það getur margt sprottið að því og kannski getur við ekki gert það í stærri skömmtum, að best fyrir okkur hafa áhrif á einn og þannig virkar mannfélagið. Já, og ég trúi því bara að hvert og eitt okkar með bara góðvilja dagstaglega, þá getum við bætt líf fólksins bara í kringum okkur og víðar. Já. Þannig ef að við öll mannan og börn myndum taka okkur saman, þá væri þessi heimur mikið betri. En annað er augljóst að þið farið í flóttamannabúðir og reyna að styrkja sjálfstæði kvenna og það er líklega hugmynd líka besta leiðin til þess að rétta við veik samfélög eru að styrkja konurnar. Það er bara nánast eina leiðin. Ég til dæmis banna köllum að koma, þeir eru ekki mjög hressir. Þetta er rosalegt kallasamfélag. Það er bara, bara okkar samtök kenna eingöngu konum. Og þeir vilja koma. Þeir vilja koma því þeir vilja þekkinguna og fara svo að selja og náttúrulega konuna framlega en þeir fá peningin. Það er náttúrulega gífurlegt ójafnvægi milli kvenna og karla. Bæði í Kurdistan og Uganda. Já. Í búðunum í Kurdistan reyndar það eru svo fáir kallar eftir þeir dó allir í stríðinu þannig að það er svolítið ójafnvægi þar en ég sé þetta mjög glöggt í Uganda og ég er mjög hörð með þetta og þeir eru ógeðslega fúlir og pólitíkusnir er ekkert ofslega sem er með heldur að því ég segi bara nei, við megum það ekki sem er alveg rétt en þetta er eina leiðin að því að þú ert meðal kvenna og þær þurfa líka að tala sín vandamál, þær myndi aldrei gera það ef kallarnir væri nálægt, aldrei bara kvennasjúkdóma og svo framvegis það kemur upp alls konar svona samstæð og spurningar og þær eru kannski að spyrja eitthvað sem þær hafa aldrei spurt áður. En ef að kallarnir telja sig geta ráðið öllu akkur hlýðar þér að koma ekki? Ég er þarna með völdin, ég er með peningin, ég held bara ekkert námskeiðið. Ég nýti mér það. Þá trompar það með að vera hvít og með pening. Já, algjörlega. Peningar geta haft ótrúlega áhrif í svona samfélum. Já, en líka ég bara held ekkert námskeið, ég má það ekki. Þeir verða að sætt sig við þá, þeir gera það náttúrulega. Það er gaman hvað konur eru konur, sama hvar í heiminu þær eru. Þær hafa verið svo áhuga samar að Anna Rósa hjálpa þeim búið til hárolíu. Já, og það hefur snúist bara mikið það þannig það er svona hliðar í Kurdistan framleiðsla í Kurdistan að fá hárolíu og skipt svo miklu máli hárið þar öðruvísi heldur en í Uganda það er ekki beðið hárolíuna þar skiptir rosalega máli í Kurdistan. Akkur ekki í Uganda? Allavega það er ekki komið á það stig hjá mér, ég held að sé bara við erum í verkjaolíunum, við erum ekki komin í hárolíuna en bara vonandi að hann alltaf öðru sér hár, þannig ég bara þekki það ekki þannig ég þarf að spyrja út í það en það er til dæmis ein kona, ung kona sem hefur verið að framleiða síðastliðin 2 ár hárolíu í búðunum eftir að ég kennt henni og hún er að fá penning með því í Kurdistan. Já, og ég er alltaf að fylgjast með henni á Instagram, við tölum stundum saman og ég gef henni eitthvað ráðalegu bara gerðu þetta svona og eitthvað þannig að ég er alltaf á línunni fyrir þær sem eru á netinu líka, í framhaldinu. Ég var aðeins í Vestur-Afríku, þar var draumur þeirra sem að vildu svona efla atvinnustarfsemi, einmitt að opna hárgreiðslustofu vegna þess að það var bæði eftirson eftir því og svo er náttúrulega hárgreiðslustofur eins og fólk kannski þekkir og veit, bara það kemur fram líka í svona menningu afrikanska Amerikana að hárgreiðslustofun er félagsmyndstas. Já, einmitt. Það komir óvart þegar að vera að kaupa tæki í þetta, þá voru kannski bara 2 stólar fyrir hárgreiðslu
kúnnan, en svo voru sko 8 á biðstofunni. Já. Biðstofan málið. En það náttúrulega líka verk fyrir þig að vinna ef þú skoðar sko efnið sem Afrikanar að nota í hárið á sér. Já. Það allt svakalegt sko. Já. Það mjög svakalegt, en það til dæmis... Ég myndi vera með grímu ef ég ætla að nota þetta. Sko. Já, ef þú fer út í það, en þeir nota líka olíu, þeir nota seabötter, seasmjör sem er á svæðinu, sem trén fram, og ég til dæmis nota það í mína vöru líka. Já, frábær olía, ekki? Já, Hún frábær. Hún alveg frábær. Galdra fyrirbrigði. En hún mjög dýr, þannig að ég hef ekki viljað vinna með hana ennþá, því það gefur þeim ekki möguleika á að vinna sér svona, þannig að það svona framhaldsverkefni, hvernig get ég komið því inn í líka þannig að þær hafi efna á því í þessu formi, sko. Svo hún kaldpressuð eða ekki, þetta svolítið flókið, sko. En það klárlega á dagskráni, sko. Að ég nefndi í Vestur-Afríku og þú hafði komið til Ghana. Þar það þannig að konurnar stjórna mörkuðunum. Já. Og frægt að þær ráku viðskipti frá Vestur-Afríku líklega upp til Úganda og ég ætla að náða alveg til Egyptalands og þannig að þar var sko svona peningavelta og fleira tengt konum á markanum og konur mjög sterkar og þar, en líklega þetta svo öðruvísi þú kemur í Mið-Afríku og Austur-Afríku Já, það allan ekki mín ímynd, sko, það litla sem ég þekki, ég náttúrulega þekki kúltúrin ekki vel. Þetta getur skipt máli, sko, hvort að konundar á markanum, ég ferðaðist eftir svona svæðum í Marokko og þá einu þorpinu þá voru konur á markanum og næsta hjá voru þeir á markanum en huldu sig og svo þriðja staðnum að þá voru kallandir á markanum og konan sáist ekki og þetta var bara kannski 20 kilometrar á milli hvers þorp sko. Já, ok, ég veit ekki þetta. Þannig það svona staða hvernig getur verið mjög mismunandi. Og sko þær náttúrulega á mörkunum þarna, ég bara veit ekki hvort að ráða. Það allt annað mál sko. Á endanum? Já, þannig að það kannski það sem maður meiri áhyggjur af sko. Þó að lítið út fyrir það, þá það ekki sjálfgefið sko. Þið fáið styrk frá ráðuneytinu en þið líka að safna peningum, eða ekki? Jú, af því að sko félagið hjá mér fæ sem sagt 50% en ég þarf að leggja fram 50% og lífgröst sem inn í því. Þannig að við fáum ekki styrk nema að leggja alltaf 50% fram. Þannig að nú erum við að hlaupa og labba Reykjavíkurmaraþonið. Við erum ægilega ánægð með okkur. Við höfum aldrei gert þetta áður. Við ætlum 4 að fara og ganga hlaupa 10 kilometra og erum bara markvisst að senda á vini og vandamenn og bara alla sem fylgjast með okkur að styrkja því að þar koma fyrirlitaáhrifin. Það munar einhvern einasta 1000 krónur sem að við fáum og umfram það að þetta týnist saman og þess vegna, ég var að segja önnur á svo hérna frammi það er svo mikil stemming núna þessa vikun út af maraþoninu að ég að týna mína 1000 kalla til hinna og langar að styrkja svo marga en þetta gefur svo mikið og þetta eitt af því sem að skapa veljiðan fólks þegar það lætur gott að sér leiða. Og annarkot gefur til góðgerðarmála eða með ykkur hætti setur vinni framlega í góðgerðarmála að þetta eitt af því sem skapar veljiðan fólks. Þetta við að þið sætla að gefa en að þykja. Sannarlega. Ó já. Herðu, Anna Rósa og Ingibjörg Billa, takk fyrir að koma hingað og fræða mig um lífgröss og Úganda og Túrkistan. Takk fyrir að hafa okkur. Gangi vel. Takk. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og Maríu Lilju fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstuð og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég náttúrulega mest sem hafið verið að hlusta og horfa. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlum. En það sem meira að þið hafið byggt upp dreifikerfið og ég hveti ykkur til þess að gera það áfram. Þið gerir það einfallega með því að benda vinum og vandamönnum á efni á samstöðunni sem ykkur líkar. Þið þurfið ekkert að benda á annað og þá finnur fólk efnið okkar og þannig stækkar hægt og bítandi dreifikerfið. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook undir nafni samstöðurinnar og á YouTube undir nafni samstöðurinnar. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM. Það sendingar nást alveg á sunnanvert Snæfellsnesið, langt upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu
og út á Reykjanes þá. En þar fyrir utan má sækja útvarpssendingarnar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þar er númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef tvill munu önnur fjarskiptafyrirtæki líka bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem átta sig á því að samstöðun er góður þáttur í lýðræðislegu samfélagi og mikilvægt að samstöðun haldi áfram. Loknist ekki út af eins og fjölmiðlar gera gjarnan á þessum síðustu og vestu tímum og fólk leggur eitthvað til. Grunnáskriftinn okkar er 2.750 krónur á mánuði sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til hér. Þið megi borga meira eða þið viljið og þeir sem að kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er svona tilraunaverkefni það hvort að okkur takist að búa til fjölmiðil sem er í eigu hlustenda. Sjáum til hvernig það gengur. En ef þú vilt slást í þennan hóp, að þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta líka í augum uppi, eins og sagt er. En þetta er orðið gott í bili, ég segi góða nótt, en sjáum svo aftur á morgun á slaginu klukkan 8, en þá var það sagðar fréttir samstöðurinnar. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.